Já, komið sæl og þakka ykkur fyrir að bjóða mér til þess að vera með ykkur hér í dag. Ég þarf aðeins kannski að ræða þessa mynd. Þannig var alltaf þegar mamma sér myndina, þá segir hún sko, æ, nonni minn, þú sem varst svo fallegt barn. Hvað segir maður mömmu sína? Takk sömuleiðis eða? Nei, maður gerir það ekki, maður segir bara ekki neitt, segir bara takk mamma. En það er alveg rétt en sko ástæðan fyrir því að ég ætlaði að rækta ljón á tígrisdýr, það var vegna þess að ég var svo hræddur við hesta. Og alltaf þegar ég var settur á hestbak þá lét ég snúa mér öfugt svo ég sæi ekki hausinn á honum. Þannig að þetta hefur nú allt sína sögu sko. En að því Gylfi var nú með svo flott innlegg og hann var að skilgreina þessa hópa og ég nú þeirra gæfi aðnjótandi að háralitur minn breyttist nú tiltölulega fljótt. Og hann talaði hérna gráa herinn, mér heyrist ég kannski vera að detta inn í þann hóp sko. En ég vildi leggja til að þú breytir þessu í platinum blond. Mér finnst það svona virðulegra. En sko dætur mínar sem styðja pappa sinn og alltaf þær sögðu þetta ekkert mál pabbi, þegar þú skiptir starf næst, þá getur þú pottþétt fengið að leika gæinn hérna í Dressmann auglýsingu, þessi gráharði, hann fer að hætta bráðum. Þannig að ég alveg með pottþéttan karriér. En hvað geta forstjórar gert í þessu samhengi? Það nú svona eitt og annað. Og mér langar kannski að segja frá því að þegar ég tók þessu starfi sem forstjóri að þá voru heilmargar áskoranir fyrir félagið og fyrir mig. Ég var að mynda þarna nýja framkvæmdastjórn, við höfum setið í framkvæmdastjórn félagsins saman, stór hópur, mjög langt skeið og auðvitað þegar maður horfði á allt þetta fallega fólk sem var í kringum mann þá hugsaði maður með sér sko við verðum kannski að reyna að létta þetta eitthvað. Og ég réði inn í félagið á sama tíma og ég tek við sem forstjóri og réði inn 2 nýja framkvæmdastjóra og mann og konu. Mér fannst það algjört lykilatriði að reyna að jafna kynjahlutföllin og vinna í því og eins líka það að þau yrðu að vera með svona ólíkan bakgrunn. Mér fannst það skipta bara miklu máli. Til dæmis að sú sem, það kona, sem Sigríður Hrefna, sem rekur smásölusviðið hjá okkur, hún lögfræðingur. Og það kannski óvenjulegt fyrir lögfræðing að vera að reka smásölu. En ég var náttúrulega líka að horfa bara á persónueinkenni, hvað fólk hafi gert og eftir því sem reynslan fjölbreyttari og bakgrunnin, þá held ég að samkeppnisforskotið verði bara sterkara. Þá koma nýjar hugmyndir. Við erum ekki föst í viðjum vanans sem náttúrulega eitt af versta sem við lendum í. Það föst í viðjum vanans. Og hinn framkvæmdastjóri sem ég réð, hann sér fyrirtækjasviðið, hann reyndar hagfræðingur. En það líka bara mjög gott. Þá var það sama þar, ég var að leita að einhverjum einstaklingi með fjölþætta reynslu og bakgrunn. Þannig að þetta var nú svona stór áskorun að finna út úr þessu, mynda nýja framkvæmdastjórn. En það gerist líka eitt af þeim verkefnum sem ég hafði sett á dagskrá og það var það að fara með félagið í stefnumörkun til 5 ára. Og ég tek við starfinu í september 2014 og þau líka. Og við reynum síðan að fara að mynda þarna framkvæmdastjórn og vinna saman. Og ég verð fljótlega var við það að nýja fólkið, það fannst við sem eldri vorum í hópnum, tala bara eitthvað indjánamál. Við vorum búin að vinna saman lengi, við töluðum í skammstöfunum og við höfum prófað allt og gert allt saman og þegar þau komu með einhverja hugmynd að þá, já við höfum reynt þetta, við reyndum þetta 97. Eða eitthvað svona og þannig að þetta náttúrulega ekkert boðlegt fyrir nýtt fólk þannig að þegar þau voru búin að vera í starfi nokkra mánuði að þá var það fyrsta verkefni í stefnumörkuninni, það var það að setjast niður, þessi hópur setjast saman í 2-3 daga, kynnast betur, læra á veikleika og styrkleika hvers annars, persónueinkenni og læra saman tungumálið. Það gekk ekkert að tala indjánamál sko. Og í svona vinnu þá mjög mikilvægt að tala fílinn í herberginu. Og við eyddum góðum tíma í það að tala hvort annað og við ákváðum meðal annars að tala við hvert annað, ekki hvert annað í framtíðinni. Við höfum staðið við það og faglegur ágreiningur eða ágreiningur yfirleitt sem mjög mikilvægur. Ágreiningur svo sterkt orð en ágreiningur í rauninni bara það við höfum mismunandi skoðanir og við höfum leyfi til þess að hafa þær og við rökræðum þær. Og það til dæmis list sem Íslendingar eru bara lélegir í, það að rökræða. Þetta verður mjög persónulegt og við tökum allt nærri okkur sem sagt við okkur en gagnrýni rýni til gagns og við verðum að taka henni sem slíkri. Og ég alveg jafn sekur þetta og annar ef einhver að segja hvað djöfull þetta nú lélegt hjá þér.
kannski var það bara drullu lélegt. Maður bara sætta sig við það og það bara rökraði það. Ég bjó í Danmörku 4 ár og þeir eru heimsmeistarar, finnst mér, Danir, í að rökraða. Það getur hörku rökraða og svo bara 1 bjór og ekkert mál. Bara allt í fína og það þurfum við að læra. En til þess að halda áfram með fjölbreytnina, að þá þetta hluti af starfsmannastefnu okkar í Ólís og hún var til fyrir svona 10 árum, svona í þeirri mynd sem í dag meira og minna. En þar það alveg skýrt að við leitumst við það að fá til liðs við okkur fólk með fjölbreyttan bakgrunn. Þetta bara skilyrði. Við þurfum að leita til allra átta, konur, kallar og svo framvegis. Þannig að ef þetta orðið svona við erum skrifa það, við erum búin að takast í hendur upp á þetta, að þá gerum við það. Og þetta höfum við að leiðarljósi þegar við erum að leita að starfsmönnum. Við reynum að finna þessa eiginleika sem koma með fjölbreytninni. Við þurfum að gæta því í hvert sinn sem við ráðum nýja starfsmenn. Og ég ætlaði kannski í mínu erindi hér í dag að segja ykkur aðeins kannski frá því hvað við erum að gera í Ólís og síðan ætlaði kannski að segja ykkur hvað mér finnst sjálfum fjölbreytni og til hvaða gagns hún má vera og hvaða áherslur ég tel að forstjóri ætti að hafa. Og ég ekkert að segja það ef ég nái öllum þessum áherslum, en mikið af því sem ég mun segja ykkur frá hér á eftir snýst einmitt það hvað ég tel að forstjóri eigi að gera. Þannig að við þurfum að tryggja það að þegar við ráðum einhvern, að hann falli að sjálfsögðu svona vel að hópnum, það skiptir náttúrulega máli, en það mjög mikilvægt að starfsmaðurinn sem við ráðum inn, að hann bæti eitthvað við hópinn. Það væri alveg skelfileg upplifun til þess fyrir mig ef ég myndi allt í einu segja framkvæmdastjórnina, einhvern tímann ég fer að svo, þetta frábært, við erum bara alltaf sammála í framkvæmdastjórn. Þá myndi man fyrst grenja sig í svefn, sko. Það ekki það sem við erum að leita eftir. Mismunandi sjónarmið þarf að ræða og það gildir framkvæmdastjórn og það gildir allt félagið. Fáum einhvern veginn í hópinn sem bætir einhverju við hann. Þar með sköpum við meiri fjölbreytni í umræðunum. Og ég líka allar ákvarðanir sem eru teknar eftir því sem við höfum fjölbreyttari viðhorf, þeim betri verður ákvörðunin. Þannig að fjölbreytileiki í aldri mikilvægur. Þannig að við þurfum náttúrulega að gæta því að sérstaklega á ákveðnum stöðum þar sem við erum með mikið ungu fólki, þá þurfum við svolítið að horfa til þess að reyna þá að ráða kannski inn eldri starfsmenn inn í þann hóp til þess að auka dýptina, fá reynsluna og stöðugleikann. Og aldursdreifingi skiptir mjög miklu máli. Þannig að ef við horfum til dæmis á næstu mynd, hér, þá þetta eitthvað líka sem við erum svona alveg ágætlega stolt af, sérstaklega það að hlutfall kvenna í starfi í félaginu, það hærra en karla. Það eitt og sér. En hins vegar þarna, ef við byrjum lengst til hægri frá ykkur séð, það sem framkvæmdastjórnin. Þar verk að vinna í því að jafna kynjahlutföllin. Og það sama má segja á forstöðumannalevel hjá okkur. Þar þurfum við líka að bæta í. En þannig að við búum yfir reynslumiklu starfsfólki og það maður skiptir ekkert út fólki bara til að skipta því út. Það þarf að vera eitthvað skynsemi í því og það þarf að fylgja þessari endurnýjunaráætlun sem við höfum og maður þarf að auga þá fyrir því að við séum að ráða réttu einstaklingana. Ég til hins vegar að almennt séð að þessi kynjakvóta sem voru settar á í stjórnum fyrirtækjanna, í upphafi þá var ég svona frekar mikið á móti þessu, mér fannst þetta svolítið mikið inngrip. En eftir á hyggja þá held ég að fátt eitt hafi nú skilað auknu jöfnuði á eins skömmu tíma og einmitt það. Og ég held að stjórnendur og þeir sem ráða í stjórnum þurfa að hafa þetta í huga. Þetta var býsna skynsamlegt skref. Síðan þarf maður náttúrulega þá að horfa svolítið lítið í eigin barm og það maður vissulega að gera. Það sem við höfum hins vegar náð að vera með jafn kynjahlutföll, það á sviði verslunarstjóra. Þar eru jafn margar konur og karlar sem ber ábyrgð á verslunarrekstrinum. Og síðan þetta svona eins og þið sjáið svona upp og ofan, en í heildina, heildarfjöldi starfsmanna hjá okkur 420 svona heilsársstörf, þannig við erum kannski bilinu 500-600 alla jafna og þannig að við erum býsna stolt af þessu að vera þó með þessa dreifingu, þó betur megi gera á nokkrum stöðum. Það
hjá fyrirtæki sem í fjölbreyttri starfsemi og Ólís, að þá skapast að sjálfsögðu mikil tækifæri til starfsþróunar. Sjálfur held ég að ég sé ágætt dæmi um það. Ég kom til starfa hjá Ólís fyrir rúmum 20 árum síðan. Þá tók ég við starfi sem forstöðumaður. Einhverjum stuttu síðar þá tók ég við starfi framkvæmdastjóra og fyrir 2 árum að verða þá tók ég við starfi forstjóra. Þannig að þetta svona leiðin upp hjá mér. Mér hefur gengið afskaplega vel. Við erum stórt fyrirtæki með fjölþætta starfsemi og það gefur einmitt möguleika á því að fólk njóti starfsþróunar. Við erum með nokkuð háan meðalaldur í félaginu sem fínt, en leið og það gerist að þá kannski kom með þessu vandamáli sem gæti þessi fjölbreytnin eða kynjahlutföll gætu setið eftir sem verkefni og það viðfangsefni, það að horfa stíft á það. En til fróðleiks þá get ég nefnt það að af núverandi starfsmönnum á skrifstofu þá eru 45% af þeim sem eru í starfi núna í dag, þeir voru í öðru starfi en þeir eru í dag. Þannig þeir hafa þróast í starfi. Og það segir okkur það að við erum svona að gefa hæfileikum og reynslu, tækifæri inn í okkar félagi og við erum afskaplega stolt af því. Síðan til þess að ná fjölbreytileiki viðhorfa, hann skiptir svo miklu máli og til þess að kalla upp á yfirborð ólík sjónarmið að þá höfum við, og það kemur út úr VR-könnuninni, þar sáum við að við vorum með verkefni sem við þurftum að sinna og til þess að ná þá sem fjölbreyttustu viðhorfum til þess að leysa þessi verkefni þá settum við saman rýnihópa til þess að vinna á ákveðnum þáttum og við fórum mjög vandlega í gegnum það var að hafa góða kynjadreifingu í hópunum og við þurftum að taka fólk héðan og þaðan úr starfseminni og þá ætluðum við að ræða þessa VR-könnun og ná fram þá ólíkum hugmyndum hvað við þurftum að gera. Oft voru þetta kannski bara ekkert flókin atriði eins og til dæmis að skaffa ristavélar á benstöðar þannig að starfsmennirnir ættu kost að rista sér brauð. Það ekkert flókið, en það þurfti samt að ná fram þessum sjónarmiðum. Og við gerðum það með því að fá fólk héðan og þaðan með ólík sjónarmið. Það var ekki bara einhverjir forstöðumenn eða framkvæmdastjórar sem ætluðu að ákveða það hvað menn ætluðu að gera á kaffistofunum. Nú síðan afrakstur þessara vinnu, hann var sá að úr þessu urðu verkefnalistar sem lentu síðan á borði framkvæmdastjóra og forstjóra. Og við berum það ábyrgð á því að koma þessum verkefnum í framkvæmd. Og það hefur bara gengið held ég býsna vel og við erum sem betur fer líka með fólk sem tilbúið að ýta við okkur þegar þannig ber undir. En ábyrgð forstjóra talsvert mikil þegar kemur að því að tryggja fjölbreytni á vinnustað. Og það kannski ekki síst vegna þess, og það alveg örugglega reynsla sem héðan, en alveg klárlega sem menn eru búin að komast að í löndunum í kringum okkar, þar sem fjölmenningin á sér dýpri rætur heldur við hér að venjast á Íslandi. En hins vegar skulum við gera okkur grein fyrir því, það kom fram í tölunum hjá Gylfa, að það einhverjir 18-20.000 mann sem á vinnumarkaði, en íbúar þessa lands af erlendu bergi þeir held í nálægt 30.000 eftir sín bestu veit. Og á næstu 10 árum, 10-15 árum, ef við ætlum að viðhalda þeim hagvexti sem við erum með í dag og þeim hagvexti sem við viljum halda, þá verðum við að fá til okkar fólk frá útlöndum það byrja 3.000 einstaklinga á hverju ári eftir 10-15 árin. Og þeir koma þá og þeir eru þá ekki að fara. Þannig okkar land, það mun byggjast upp að stærri hluta en áður af fólki af erlendu bergi, sem bara frábært. Og við hjá Ólís, við höfum starfandi hjá okkur í dag, þetta séu milli 50 og 60 einstaklinga frá 19 þjóðlöndum. Þannig að við erum líka eins og Samskip með IKEA, með fólk frá ýmsum löndum. Og mín skoðun er enda svo að það sem er mikilvægt fyrir fólk sem kemur hingað til vinnu eða ætlar að setjast hér að til lengri tíma, og ég segi það vegna þess að ég hef reynslaði sjálfur að búa erlendis, það skiptir mjög miklu máli að læra tungumálið og leggja sér fram. Og ég held að við Íslendingar séum einmitt bara þakklátir fyrir það þegar fólk leggur sér fram við það. Og ég held til þess að komast inn í menninguna í viðkomandi landi, þá sé þetta lykillinn. Þegar ég var í námi í Danmörku og þá var bara allt kennt á dönsku, þannig að það var ekkert, maður komst ekki hjá því. Og maður lærði þarna tungumál, maður lærði nýjan kúltúr, eignaðist góða vini. Og dóttir mín núna í námi út í Danmörku
hún er ekki smiður, hún í háskólanámi. En hún hennar nám fer fram á ensku, þannig hún talar ensku stóra hluta vikunar. Hún líka að vinna með skólanum, þar talar hún dönsku og svo býr hún á kollegi eða á svona campus þar sem hún á marga íslenska vini. Og þetta bara svolítið veruleikinn. Maður þarf að vera nokkuð klár í tungumálum, því tungumál eru náttúrulega lykillinn að svo mörgu. Og ég hugsa Ingrid geti tekið undir það með mér að tala málið, þá skilum að kúltúrin betur. Nú síðan það varðandi fjölbreytnina að þá ég sem faðir tveggja dætra sem styðja pappa sinni í það að vinna hjá Dressmann, að þá, og eiginmaður að sjálfsögðu, þá mér mjög umhugað það að þær eigi jöfn tækifæri á við aðra í starfsfram og í lífinu. Og þess vegna svo mikilvægt að styðja við öll þessi verkefni sem tryggja framgang kvenna. Og það margt sem við getum gert í því samhengi. Í fyrsta lagi held ég að fjölbreytnin, hún muni skapa ákveðið samkeppnisforskot fyrir þau fyrirtæki sem virkilega taka þetta upp á sína arma. Og fjölbreytnin, hún ýtir undir það sem svo mikilvægt, sem frumkvöðlahugsunin og nýsköpunin. Og með því að fá fólk inn úr öðrum samfélögum, þá fáum við nýjar hugmyndir. Við erum, eins og ég sagði áðan, oft í viðjum annars, í okkar samfélagi, í okkar störfum. En leiðum við fáum ný viðhorf sem reyna virkilega á okkur, fólk sem kemur inn og segir, af hverju gerir þetta svona hjá Ólís? Og hvað ætlar maður þá að segja? Já, af því bara. Nei, þá þurfum við með þetta að fara í það. Af hverju gerum við svona hlutina? Þessi 2 nýju framkvæmdastjórar sem ég réði, ég sagði við þá, nú hendi ég ykkur til djúpulaugina, það eina sem ég segi við ykkur sem þið að gera á hverjum degi, þegar við erum í framkvæmdastjórninni að ræða hvað við séum alveg rosalega frábær og þetta allt í sóma, þá þið að spyrja, af hverju? Og ekki bara einu sinni, þið bara alltaf að gera það. Og það reyndi svolítið á hópum fyrst, ég var ekki búinn að segja neinum öðru frá því að við fengjum svona spurningar. Það var alltaf, af hverju gerir þetta svona hjá Ólís? Og þá kannski kemst maður að því að það var eiginlega bara af því bara, eða bara af því við höfum alltaf gert það. Og það alls ekki nógu gott. Samkeppnisforskotið kemur með umræðum og fjölbreytileikinn það styður við það. Nú, síðan held ég að mismunandi reynsla einstaklinga, hún bara með því að hafa fjölbreyttan hóp, það fær þessi reynsla aukið vægi og það eykur víðsýni okkar að sjálfsögðu að fá inn öll þessi viðhorf og umburðarlyndi sem svo mikilvægt. Það mjög mikilvægt. Og síðan koma nokkur atriði sem ég vil gjarnan gera mínum og þetta náttúrulega sem maður hefur bara séð á svo mörgum stöðum annars staðar þegar maður að skoða hvað segja nú forstjórar í stóra heiminum. Og það bara þannig að sem dæmi fjölbreytileikinn og fjölbreytnin, hún vinnur gegn þessu tvöfalda siðgæði sem oft á ferðinni. Til dæmis við tökum þá dæmi konur. Að það oft mjög algengt sjónarmið og kemur oft fram í umræðum að þegar konur að sækja starf, að þá svona eitthvað, já nei, hún á barn sko. Já, hún á barn. Sem þýðir þá eitthvað, veikbörn heima eða eitthvað svoleiðis. Eða hún getur ekki ferðast eins og kannski krafist að starfinu. Hún kannski getur ekki flutt sig til á landinu með svona einföldum hætti, eins og maður kannski hefði ætlast til að kalli. Og svo framvegis, og svo náttúrulega glerþæki sem við höfum oft talað um. Þannig það svona hlutir. Við segjum, já, við viljum bara hafa kynjajöfn, en svo kom alls konar svona hugmyndir, sko. Já, nei, hún kona því og hún á barn og svo framvegis. Þannig að þetta þetta tvöfalda siðgæði. Við þurfum að fylgja því eftir sem við predikum. Nú síðan, þetta kom nú fram hér áðan að fyrirtækja menning án aðgreiningar, hún menning það sem einstaklingar og óháð kyni, þetta kom fram hérna í hinum fyrirlesturunum. Þetta skiptir náttúrulega bara máli. Við eigum að meta starfsmennina verðleikum og því sem þeir skila og því sem þeir áorka til fyrirtækis, óháð því hver þau eru. Það bara ekki að skipta neinu máli. Og síðan það bara þannig að þetta tryggir betur mismunandi sjónarmið og þennan ágreining sem ég talaði hann svo mikilvægur. Og það sem meira í þessu, að það í sjálfu sér ekki nóg að hafa einhverja áætlun þetta. Það þarf að fylgja þessu ákveðin ástríða þeirra sem ætla sér að gera þetta. Þeir þurfa að skuldbinda sig í það að fylgja fram svona stefnu. Og ég held líka að fjölbreytnin hún muni koma í veg fyrir, eins og hægt ákveðna einangrun og
sérstaklega í viðhorfum. Að við séum ekki alltaf með það sama uppi alla daga. Leyfum fjölbreytileikanum að losa okkur við vannans. Og síðan held ég að fjölbreytileiki muni líka vinna gegn þessum innbyggðu þröskuldum sem lúta að kynferði eða kynþáttum. Og svo það nú bara þannig að viðskiptamannaflóran, hún svo fjölbreytt og sundurleitt. Eftir því sem við erum fjölbreyttari með menntun, með starfsreynslu og svo framvegis, þeim mun betur mun okkur takast að þjóna okkar viðskiptavinum og þar kemur samkeppnisforskotið að sjálfsögðu inn. Og þetta ekkert vísindi sem bóndinn Miljónin og tígristýrir að finna upp, þetta bara orðið staðreynd, sko. Og síðan nokkur hagnýtt atriði hérna í lokin sem ég var að segja, sko, þetta ekkert sem ég að finna upp, þetta atriði sem ég hugsa og vil gjarna gera mínum og reyna að vinna eftir, að eitt af því sem getur tryggt að fjölbreytileikinn fái svona brautagengi, það það best væri bara að mæla það. Þegar við erum að mæla það, þá eitthvað að gerast. Og síðan þurfum við eins og að gera, sem ég sagði áðan, að gera stjórnendur ábyrgar. Það þarf að fylgja þessu ástríða og stjórnendum þá að fela þeim og vonandi eru þau bara sammála því að tryggja það að fjölbreytnin ráði ríkjum og jafnrétti. Og ég held líka að ef við ýtum undir sveigjanleika, og ég held að þetta snúi oft að barnafjölskyldunum, ef við ýtum undir sveigjanleiki vinnutíma, þá gefur það konum og mönnum tækifæri á að sinna verkefnum. En þetta ekkert alltaf einfalt í praxís að vera með sveigjanleiki vinnutíma. Við erum kannski með opnatíma sem 9 til 5 eða eitthvað slíkt og þá kannski erfitt að allir ætla að vinna bara til hádegis. Þannig að það þarf að vera eitthvað góður balans í þessu. Og síðan þurfum við að tryggja það að við séum að ráða fólk með fjölbreyttan bakgrunn og jafnframt að starfsmenn með fjölþætta reynslu, þeir fái brautagengi. Annars verður fá starf og síðan í starfsþróun, skiptir miklu máli. Og síðan mjög gott ef hægt að ýta undir nokkurs konar netagerð eða svona tengslanet. Það getur verið kvennahópar, það geta verið ýmsir hópar kannski þjóðerna eða eitthvað slíkt ef þannig ber undir. Til dæmis einn hópur í Ólís, það eru starfskonur Ólís og skrifstofu, það að kalla sig gleðikonur Ólís. Það hittast einu sinni í viku og gera svo eitthvað skemmtilegt. Strákahópurinn heitir Kórdrengir. Þannig að við reynum að gera það skemmtilegt líka. Og síðan þurfum við líka að tryggja það að þeir sem eru í forystu og sjálfur sér allir, að við þurfum að vera góða fyrirmyndir. Það skiptir alltaf miklu máli hvernig við komum fram við fólk, við hvert annað, hvernig við göngum fram í okkur daglegu störfum og það horft til þess. Og ef við sem stjórnendur sem dæmi höfum þetta á dagskránni hjá okkur að tryggja fjölbreytileiki, að tryggja jafnrétti, taka þátt í jafnlaunavottun sem dæmi, eins og við erum að gera, þá held ég okkur að farnast betur. Og síðan að lokum, að þá þurfa stjórnendurnir, þeir þurfa að ganga fram með góðu fordæmi og forstjórinn líka, og ekki síst. Og það var eitt af því sem við ákváðum þegar við kláruðum okkur á stefnumörkun, það að við ætluðum að stefna því að allt félagið gengi í takt. Það að segja að þegar stefnumörkun var klár, þá var nú tilgangurinn sá að reyna að hrísla þetta í gegnum félagið og hlutverk forstjórans að tryggja það að þessi samhljómur í fyrirtækinu, að allir gangi í takt. Skiptir miklu máli. En þetta var nú það kannski sem ég ætla að segja ykkur hvað við erum að gera hjá Ólís, hvað forstjórinn getur gert, hann getur gert heilmikið og þessi að reyna. Takk ykkur fyrir.